Já, góðan daginn og verðið velkomin í annan þátt sem við erum að halda velferðarmál. Eins og ég sagði í síðasta þætti þá erum við að undirbúa okkur undir landsfund sem vonandi verður haldinn síðla sumars og það hefur dregist eins og þið vitið að halda hann alveg frá því í nóvember á síðasta ári. Viðmælandi minn í dag er Hafrún Kristjánsdóttir, deildarforseti íþróttafræðideildar HR og hún er sálfræðingur að mennt og hún er búin að vera að starfa hjá meðal annars geðsviði Landspítalans en hún er með bæði sálfræðipróf og meistarapróf í íþróttasálfræði. Nú ég vil bara bjóða þig velkomin í þennan þátt. Það eru margir sem að þekkja þig frá þeim tíma sem þú varst í handboltanum með Val og síðan bæði í landsliðinu, í meistaraflokki og í landsliðinu í ykkur ár. Þannig að mér langar svona en samt að forvitnast í byrjun hjá þér, hvernig er starfsemi íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík? Er ekki svolítið sérstakt að vera komin í háskóla að stjórna þessari íþróttafræðideild? Já, það var ekki planið en stundum þá bara gerist lífið sko. Það bara, ég byrjaði sem stundakennari og þarna var að kenna íþróttasálfræði, bara svona 1 kúrs og þroskasálfræði þetta líka og núna erum við deildarforseti og kann alveg ofboðslega vel við mig í HR enda afskaplega góður vinnustafur. Við vinnum með skemmtilegu fólki. Það er ýmislegt sem við erum að gera í íþróttafræðideildinni. Við erum með bara svona hefðbundið grunnnám í íþróttafræði og svo erum við með 3 meistaranámslínur. Það er þeir sem vilja vera íþróttakennarar, þeir sem vilja dýpka sig í svona þjálfunarfræðum og vísindum í tengt því og svo erum við í samstarfi við Molde í Noregi með meistaranám í íþróttastjórnun og íþróttavísindum. En svo eru rannsóknir stór hluti af því sem við gerum eins og bara alltaf í háskóla. Það sem við erum að skoða svolítið afreks íþróttamenn og geðheilsu, til dæmis geðheilsu þeirra, það er svolítið mitt svona barn en líka og sálfræðilega færna líka svona líkamlega hreisti þeirra. Við erum líka að skoða, við erum í stóru rannsóknarverkefni heilahristing í íþróttum og afleiðingar þess að fá heilahristing á bara ýmsa þætti eins og þunglyndi og kvíða og annað. Við erum að skoða það sem við köllum djúpvatnshlaup, það sem hvort við getum látið íþróttamenn hlaupa þegar þau þurfa að ná upp þol og þreki að hlaupa í vatni í staðinn fyrir að hlaupa á hörðu undirlagi til þess að verja í rauninni liði og slíkt eins og hægt er af því að þú fari ekki sama höggið upp líkamann þegar þú ert bara að hreyfa fæturnar í vatni og líka fyrir meidda íþróttamenn í endurhæfingu. En svo erum við líka í alls konar svona lýðheilsumálum eins og við erum að fara af stað með risastórt verkefni í samstarfi við nánast alla deildir í skólanum sem að íþróttafræðideildin sér að skoða hversu mikil áhrif hreyfing hefur á svefngæði, kæfisvefn og slíkt og hvort það sé hægt að hjálpa fólki með svefnvanda með hreyfingu. Við erum líka verið að skoða áhrif hreyfingar og geðheilbrigði og þannig að við erum að gera alls konar sko. Já, þetta er mjög áhugavert og það er sérstaklega áhugavert að heyra hvernig þið takist á við svona þverfagleg mál, tengja þetta við aðra deildir og sálfræðin er náttúrulega öflug deild í HR. En mér langar aðeins að spyrja þið þá varðandi mál sem við í Sjálfstæðisflokknum höfum verið að huga dálítið að. Það eru forvarnarmál og hvernig forvarnir tengjast íþróttastarfi og almennt sko hvernig forvarnir eða íþróttastarf getur hjálpað til við forvarnir hvað varðar fíkniefna vanda og almennt bara uppeldi ungu kynslóðarinnar. Það við erum að sjá það ítrekkað í íslenskum rannsóknum að þau börn og unglingar sem eru í skipulagðu íþróttastarfi og það skiptir mjög miklu máli að við tölum um skipulagt íþróttastarf þar sem þau eru þá með eitthvað fullorðinn leiðbeinenda. Þetta er ekki það sama og fara bara í ræktina eða út að skokka að börn og unglingar sem eru í skipulagðu íþróttastarfi þau eru miklu síður líkleg til þess að reykja, drekka, nota hvers kyns vímuefni
og svo framvegis. Þannig við sjáum alveg rosalegan ábáta að því að krakkar séu sem lengst í skipulögðu íþróttastarfi. Að því það seinkar allri neyslu hvers kyns sem að hefur svo líka bara ofboðslega áhrif. Við vitum það líka eftir sem að þú byrjar seinna að drekka, því betra. Og náttúrulega við viljum alls ekki að fólk byrja bara að reykja yfir höfuð og þess aftar. En við sjáum líka að þeir krakkar sem eru í skipulögðu íþróttastarfi, þeir hafa svona jákvæðari sýn á framtíðina. Þú veist, það alls konar aðrir þættir, svona heilsufarslegir, svona lýðheilsuþættir, geðheilbrigðisþættir sem að þau eru betri í og það er svona vísbendingar að standa sig betur í skóla líka. Já, en eru þá forvarnir að þínu mati, er þeim almennt fyrir utan á íþróttastarf, er þeim almennt nægilega mikið sinnt að þínu mati? Hvernig sérðu það fyrir þér? Nú eru til dæmis geðheilbrigðis vandamál ungs fólks miklu meiri heldur en áður var. Já, sko, við höfum staðið okkur rosa vel í þessu með sko, áfengi og reykingar og svoleiðis. En svo, þú veist, þurfum við að við getum ekki alltaf bara einblínt á það. Ég veit að fullt af fólk sem einblínir eitthvað annað, en það er einmitt þessi geðheilbrigðismál. Þú veist, hvernig ætlum við að tækla þau í nýrri veröld samfélagsmiðla, það sem er orðin tölvur þrýstingur á svona hvernig líkaminn á að líta út, þú veist, í þessum heimi. Og ég segi alltaf það sama þar, hvort sem það á við börn, unglinga eða fullorðna. Horfum á það sem að vísindin hafa sagt okkur að virki. Af því það er fullt af fólki þannig úti sem að bara vill mjög vel og vill gera hluti vel. En við verðum að skoða hvað hafa vísindin sagt okkur að virki og við verðum að fylgja því eftir. Af því það er ekki bara á Íslandi sem hefur verið að velta þessu fyrir sér. Það er allan heim. Já. Þetta er náttúrulega, þetta er alveg dæmigert verkefni mitt sem snýrað háskóla, uppbyggingu á háskóla, það er að stunda rannsóknir og vísindastarf og maður sér fyrir sér til dæmis bara vandamál ungra stráka í dag, læsi, vandamál og fleira sem hefur áhrif á það að þeir dragast aftur úr og maður sér alveg fyrir sér að stelpunar eru bara komnar fram úr strákunum á mörgu leyti og við viljum það náttúrulega ekki, við viljum það fylgist að. Algjörlega. Og þá er spurningin þá bara hvort að einmitt Sjálfstæðisflokkur nætti ekki að leggja mun meiri áherslu á þetta forvarnastarf í heilbrigðismálum til þess að koma í veg fyrir sjúkdóma, að fólk verði öryrkjar vegna geðheilbrigðisvandamála og leggja bara aukna áherslu á þetta vegna þess að þetta í dag heilbrigðiskerfi kannski er mikið að lækna fólk eftir að orði veikt í staðin fyrir að koma í veg fyrir að verði veikt. Algjörlega sammála. Við vitum mjög mikið en við höfum tilhneigingu til þess að eyða peningunum í hluti þegar er eitthvað stórkostlegt að. Til dæmis sáum við í Bretlandi að ef þú skoðar fjárframlög, þetta er svona kringum 2008-2009 er þessi skýrsla gerð. Ef við skoðum í hvað er verið að eyða í geðheilbrigðismálum. Það er langstæðsti hluti peningana sem fara í mjög alvarlega geðraskanir eins og geðklofa og geðhvarfasýki og vissulega þarf að hjálpa því fólki því það getur verið mjög veikt. En hlutfallslega rosalega lítill peningur í það sem hafi kallað vægari vandamál, þunglyndi og kvíða og svo framvegis. En að því það er svo rosalega margir með þetta og þetta hefur svo rosalega mikil áhrif á rosalega marga og þjóðfélagi, það er bara, þú veist, verg landsframleiðsla bara, þú veist, þetta hefur 45% áhrif á hana, sko. Þannig að reyna að grípa fólk eins fljótt og hægt er þegar þessi einkenni byrja svona á sér að kræla sem er oft á úlingsárum sem að svona fólk er fyrst að upplifa þetta og setja inn það sem við köllum evidence-based inngrip, það sem við vitum út frá rannsóknum að virki. Það eru ofta aðeins dýrari inngrip heldur en, þú veist, eitthvað sem einhver vill gera en til lengri tíma að þá náttúrulega skilaðu margfalt meiri árangri af því þau virka betur. Þannig að stundum er betra að eyða aðeins meira og fá þá margfalt tilbaka.
og þarna þurfum við að skoða bara hvað vísindi segja. Ég get nefnt dæmi að félagið með Brynjar Halldórsson, sálfræðingur, hann var sálfræðingur var með stöðu við Oxford háskóla og var núna að flytja heim og að byrja við HR. Að hann tók þátt í þróun vefmeðferðar eða svona internetmeðferðar fyrir kvíðin börn. Og það er bara allar rannsóknir í Bretlandi sem sýnir að þetta skilar alveg ofboðslegum árangri með svona algjörum minimal konta, afsakið hvað ég sletti mikið, með litlu inngripi frá sérfræðingum. Þetta er búið að þróa í mörg ár við háskólann í Oxford til dæmis. En auðvitað kostar hans að kaupa svona meðferð. Það kostar meira heldur en að fá einhverjum okkar sérfræðinga á Íslandi sem er alveg hæfir, en þeir eru ekki búin að eyða mörgum árum í að þróa svona meðferð sem að rannsóknir helstu fræðimanna hafa sýnt fram á. Ef við myndum kaupa svona meðferð sem við vitum að virkir, eyðum bara svolítið peningum í það og það skilur okkur margfalt. Þetta er bara, við þurfum ekki að finna upp hjólið, sko. Þetta er þetta forvarnastarf, þetta er náttúrulega bara snýst eftirlit eins og við erum að hugsa eins og við nefndur í síðasta þætti sem við vorum að spjalla þetta, að það er oft hugsað betur bílinn eða húsnæði sem við eigum að viðhalda því. Þannig að þetta skiptir máli, en nú er þetta forvarnir fyrir ungt fólk. En svo, til dæmis talandi íþróttamenn, þeir eldast, þeir oft detta snemma eða hætta snemma í keppnisíþróttum eða afreksíþróttum. Hvernig þarf ekki einmitt að horfa á það og hvernig takast þeir á við það? Hvernig hefur þeim tekist að vinna bug á erfiðleikum tengt þessari miklu breytingu? Í sín lífi, einmitt. Þetta er það er alveg heil undirgrein íþróttasálfræðinnar sem snýst bara þetta. Þegar íþróttamenn, sérstaklega eftir því sem þau eru að hærra getustigi, að það þurfi að hjálpa þeim, af því að þeirra sjálfsmynd, þeir eru fyrst og fremst íþróttamenn. Þeir eru og byggt upp allan sín feril, lagt áherslu á þetta, kannski engin önnur áhugamál. Það er bara íþróttin og þeir hafa eytt öllum sínum stundum í því og þeirra vinir eru þar. Og eins og á Íslandi þá eru þessi krakkar sérstaklega í einstaklingsgreinunum, við getum tekið kannski fótboltamennina aðeins út fyrir sjóð þar, þeir eru ekki með lífeyrissjóð, þeir eiga engin réttindi, þeir geta ekki einu sinni fæðingarorlof, er ekki einu sinni option, út af því þau lifa bara á einhverjum styrkjum, Þannig að það er kvíðvænlegt og þarf að breyta, þetta er svo fámennur hópur. En til dæmis, ég hef nú farið á 2 ólympíuleika sem sálfræðingur íslenska hópsins og það er svo margir sem hætta eftir ólympíuleika, að þar er alþjóða ólympíunefndin með sér bás í matsalnum þar sem allir koma, þar sem er boðið upp á ráðgjöf, bara hvað getur gert, og það alþjóða ólympíusambandið með bara sérstakt ferli fyrir þetta fólk. En það eru þetta ekki allir á ólympíuleveli, að komast á ólympíuleikana, og það sem að þarf að reyna að gera er að íþróttamenn séu ekki bara íþróttamenn, heldur þróiði önnur áhugamál. Þeir séu í einhverju námi með, þótt að það sé sagt, kannski bara hluta nám eða það sé eitthvað til að hverfa eftir að ferlinum lýkur eða þegar þeir meiðast og detta út úr íþróttinni í skamman tíma. Og ég þekki ágætlega mannin sem var yfir sálfræðingur í Chelsea fótboltaliðinu og er núna yfir bara svona íþrótta, eða svona kallast Head of Sports Science hjá Chelsea, sem alltaf er risa klúbbur. Og það sem hann sagði, það sem hann var að vinna mest með þessum atvinnumönnum sem eru með tugir milljóna á mánuði í laun, það var mjög mikið að fá þá til þess að eiga sér líf utan fótboltans og eiga einhver önnur áhugamál. Að því hann sá það þegar að það gekk illa í fótboltanum eða þegar þeir meiðast, þá er svo mikilvægt að hafa að einhverju að hverfa. Þetta skiptir mjög miklu máli fyrir alla íþróttamenn. Fara í golf eða eitthvað. Þú veist, eða spila trommur eða skrifa, hvað sem það kann að vera, að það sé bara eitthvað annað og þú skilgreinir þig ekki bara sem íþróttamenn. En nú höfum við talað unga fólkið og íþróttafólkið, svo bara almennt eldust við öll og þá hefur það skipt auðvitað miklu máli allt forvarnastarf og hugsa vel heilsuna, bæði andlega og líkamlega. En þá er þetta spurningin hvernig erum við að höndla eldra fólk í dag, hvernig sýnist þér eldra fólk vera að fara út úr málum, til dæmis bara
geðheilbrigði eldri borgara og almennt hreyfing og erum að standa okkur vel þar eða illa og hvað getum við lagt áherslu á þar fyrir sko eldri borgara til þess að þeir lifi betra lífi hvort sem þeir eru heima hjá sér eða fara á hjúkrunarheimili að takast á við þetta. Nú eldist þjóðin mjög hratt. Ég er ekki sérfræðingur í geðheilbrigði aldraðra en ég hef nú samt eitthvað kynnt mér það og mér svona sýnist að við mættum gera miklu betur í að sinna geðheilbrigði aldraðra. Að við séum kannski full lyfjaglöð á þeim vettvangi. Og þú veist, það er náttúrulega til margar mismunandi tegundur af geðlyfjum en mér finnst sko lausnin vera full mikið að gefa fólki lyf í staðinn fyrir að veita því samtalsmeðferð eða eitthvað slíkt. Varðandi hreyfingu þá verðum við að auka tækifæri eldra fólks til hreyfingar til mikilla muna og þá bara ekki einhverjar hreyfingar heldur hreyfingar sem að snúast að auka styrk og jafnvægi. Þú veist, það er frábært að fara göngutúr en það eitt og sér dugar ekki til ef við viljum gera þetta almennilega sko. Og aftur þarna þurfum við að leita til vísindina. Af því að ef að við gerum ekki stórátak í hreyfingu eldra fólks þá lendum við bara í stórkostlegum vandræðum varðandi bara kostnað við heilbrigðiskerfið. Sko. Og þannig að þetta er svona dæmi um það þú verður að eyða til að fá peningana tilbaka. En hvernig finnst þér farsóttin hafa farið með okkur? Við erum nú vonandi að komast út úr þessu en hvaða áhrif hefur þetta haft til dæmis á skólastarfið, á nemendur og svona íþróttastarf almennt þar sem þú hefur fylgst með? Þetta er náttúrulega búið að vera alveg óbáðslega krefjandi allavega inn í háskólanum þar sem ég þekki hvað best til. Bæði fyrir nemendur og kennara. Við erum að læra alveg svona þessa rafrænu kennslu náttúrulega bara á ógnarhraða. Þannig að en við komum samt sko miklu þú veist, það er mjög margt jákvætt sem að hefur þá gerst í því á móti. En það ég finn það núna er nemendur mínir að skila ritgerðunum sínum á mánudaginn og það er allir orðnir ofboðslega þreyttir að þú þurfa að vinna svona mikið í fjár og get ekki verið í hópum í skólanum og svo framvegis. Við höfum reynt allt hvað við getum til að fá krakkan eins mikið í hús og hægt er. Fyrir suma hefur þetta hentað mjög vel en fyrir aðra hefur þetta verið mjög erfitt og það er ekki hægt að segja þetta að allir háskólanemar séu alveg í klessu yfir þessu af því það er ekki þannig. Það er svona fyrir suma hentar þetta mjög vel að geta verið svona bara í tölvunni, fyrir aðra hentar það ekki eins vel. Við gerðum alltaf kannanir, við höfum gert kannanir í HR líðan nemenda og það hefur svona aðeins sveiflast bara eftir bara ástíma og hversu harðar reglurnar eru og bara hvar á önninni þú ert sem nú svona dæmigert. En það hefur svona komið, þú veist, það hefur komið bara allt í lagi út. Svo hef ég alltaf verið að gera reglulega rannsóknir á íþróttamönnum og lagt fyrir þunglyndis- og kvíðapróf. Og við lögðum fyrir þunglyndis- og kvíðapróf fyrir, hvað var þetta margir, einhverja 300 íþróttamenn í Reykjavík úr mismunandi íþróttgreinum. Og það er náttúrulega þá í bara miðju COVID ástandi og ég skoðaði niðurstöðunar og bar saman við niðurstöður annar íþróttamanna fyrir COVID. Ég sá ekki mun á þunglyndis- og kvíðaeinkennum. Þannig að við höfum sloppið þokkalega vel út úr þessu miðað við kannski aðra þjóðir sem hafa verið miklu lengur og með allt lokað. Já, eftir þeim tölum sem ég hef séð og á þessum tímapunkti sem við stöndum núna að þá held ég að við þurfum ekki að hafa stórkostlegar áhyggjur af geðheilbrigði almennings og ekki heldur íþróttamanna. En svo er náttúrulega einhverjir undirhópar sem lenda verri í því, náttúrulega þeir sem að verða atvinnulausir, kannski þeir sem eru með alvarlegan vanda og svoleiðis, ég hef ekki skoðað það sérstaklega, en svona heilt yfir að þá sýnist mér ekki
þjóðin vera á hliðinni í vanlíðan og það eru líka tölur frá landlæknir sem að benda til þess. Þannig að en ég vann á geðdeildinni í hruninu og þá man ég eftir að það bara held allir að það væri bara að færi allt á hliðina sko, og miklar yfirlýsingar auknatíðni sjálfsvíga og svona sem voru algjörlega óstaðfestar fréttir og það var opnuð með pomp og prakt svona móttakasérstök á geðdeildinni með þess að í öðru húsnæði, heilsuverndarhúsnæðinu og Barónsstíg fyrir þá sem voru leið illa vegna hrunsins. Og þá var Guðlaugur Þór heilbrigðisráðherra og það var klippt að borða og svona og ég átti að vera starfsmaður þannig. Svo sátum við tilbúin í bara að það kæmi flóðbylgju yfir okkur. Ég held að það mætt 2 sko. Já. En svo það hefur verið ofmetið. Algjörlega ofmetið, en svo kannski kemur það síðar sko. Já. Þannig að við þurfum svona að vera með vakandi auga. Já, einmitt. En nú ert þú, Hafrún, nú ert þú doktor í sálfræði og ert með bæði innsýn í sálfræði og íþróttamál og svo ertu sjálfstæðismanneski eins og við sem erum hér yfirleitt alltaf í flokknum. Að hvað myndirðu segja að væri, hvað ættum að leggja áherslu á núna í sambandi við íþróttastarf og já, menntakerfið og íþróttastarf í tengslum við landsfund flokksins og við erum að undirbúa ályktun á þessu sviði þar sem að við velferðarmálin koma víða við sögu. Hvað myndirðu segja í því? Ég myndi segja að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að leggja áherslu á það hvað varðar sko íþróttir sem forvarnir, að ef við hugsum börn og unglinga að reyna að gera flestum börnum kleift að vera í einhvers konar skipulögðu starfi. Af því ef að við erum með börnin inn í íþróttastarfinu að þá minnkum við verulega líkur á vandamálum varðandi alls konar þætti. Það er eitt. Varðandi eldra fólk, að þá er það að við þurfum að auka hreyfingu verulega. Það vita það allir og það þýðir ekki að gera það með að segja farðu og hreyfðu þig. Hérna er hreyfiseðill, nú ættu að fara út að labba. Af því að það er enginn sem veit ekki það er gott fyrir hann að hreyfa sig. Við þurfum að finna út, sem að vísindin hafa reynt að gera, hvað þarf til þess að fólk raunverulega fara að hreyfa sig. Janus hefur verið að sinna þessu svolítið. Já, Janus mjög flottur. Já. Það byggir á hans doktorsverkefni. Já. Og svo að því geðheilbrigðismálin eru svona, þú veist, það sem ég hef mikinn áhuga á og fyrst skipta svo miklu máli. Og þá segi ég, sko, og ég geti talað um þetta í allan dag og sýnt ykkur alls konar tölur og Excel-skjöl og skýrslur og eitthvað frá öllum heiminum. Eyðum pening í það að grípa fólk fljótt, veita því meðferð sem er það sem við kallum evidence-based, sem er raunprófuð, sem virkar, metum árangur og þá skilar það tilbaka í ríkissjóð margfalt. Það sem að mér finnst að vanta svolítið í heilbrigðiskerfið er að við erum ekki að meta árangur nógu mikið. Ef við tökum geðlækna, það var alveg hægt að taka sálfræðinga líka ef þeir voru niðurgreiddar af Tryggingastofnun. Vitum við hvað árangri geðlæknar að skila? Vitum við í hvað peningarnir fara? Ég meina, er einhver að lagast? Og við getum ekki bara borgað og vitum ekkert hvað við fáum út úr því. Ég held að líklega er þetta alveg rétt hjá þér vegna þess að við erum að reyna að búa til mælikvarða í sambandi við heilbrigðiskerfið og það er verið að tala um hvað kostar liðaskipta aðgerð eða hvað kostar hitt eða þetta. Og geðheilbrigðismálin eru áreiðanlega ekki ódýr málaflokkur og vandamálin í þjóðfélaginu eru gríðarleg þannig að einhver sem lendir í vanda með þetta að þetta er mikill baggi á sveitafélagunum og síðan er fólk lendir inn á spítala. Þannig að við höfum verið að tala um að leggja áherslu á þessi geðheilbrigðismál og jafnvel húsnæðismálin, þau eru ekki í mjög góðu lagi og bara ekki húsnæði er ekki byggt með þarfir geðsjúkra í huga. Og í sum sveitafélög er ekki bara eins og með úrræði, sko, þannig að fólk festist bara inn á Kleppi, ég hef sé það, vann þar. Og það er bara, við sjáum umræðinni kringum Klepp og við sjáum umræðinni kringum þessi mál og það þarf bara að búa til alveg nýja ímynd geðheilbrigði og þá eins og þú segir sérstaklega forvarnir, grípa bæði ungt fólk og eldra fólk fyrr og ég veit það bara sjálfur talað við fólk á hjúkrunarheimilum, stór
hópur þar bara fjárstuð mikil geðheilbrigðisvandi algjörlega. og það þarf að takast á við það. Ég geti bara nefnt eitt að því þú veist árangur. Í Bretlandi verkefni sem heitir IAPT sem þýðir á ensku Increase Access to Psychological Therapies og það allt inn á heilsugæslunni og þar mónitoraðir árangur á hverjum einasta einstaklingi inn á hverju einustu heilsugæslustöð og þú getur flett upp á netinu hvernig árangur hver heilsugæslustöð að skila og svo bara payment by result sko og þetta þannig að þú veist og þeir grípa líka inn í ef þú sér það að þessi heilsugæslustöð hún með 20% lélega árangur en þessir hérna. Það við farið þar inn og segja, hvað í gangi? Eru þið ekki að fylgja prótokólum, Þannig að ef við ætlum að borga fyrir einhver inngrip, þá verðum við að vita hvort þið virki. Já, en þetta ábyggilega hárrétt og þetta tengist náttúrulega því að við viljum fylgjast með kostnaði í heilbrigðiskerfinu, hvort sem hann unnin innan Landspítala eða opinbera stofnana eða heilsugæslunar eða hjá einkaaðilum út í bæ. Og þannig að það mjög gott. Ég held að tíminn sé nú bara að renna frá okkur Hafrún og ég ætlaði bara að þakka þér kærlega fyrir komuna. Við erum búin að vera með doktor Hafrúnu Kristjánsdóttur með okkur hér í spjalli velferðarmál og ekki síst það sem tengist íþróttum og sálfræði. Við þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Verið þið sæl.